Gótt kvöld og verið velkomin á borgarafund Morgunblaðsins hér í Fjarðabyggð. Þetta er alveg ótrúleg mæting hérna. Svo mikil að við hefðum nú eiginlega átt að selja inn. Þessi stað þá munum við selja út. Ég heiti Andrés Magnússon og ég og Stefán Einar Stefánsson við munum stýra þessum fundi og spyrja þessa góðu kandidata út úr. Við höfum haldið svona borgarafundi víðar, við höfum verið í Vestmannum og Ísafirði og eigum Akureyri eftir eins og þið hafið vonandi tekið eftir á síðu Morgunblaðsins og ef ekki þá liggur það frammi hérna að þá höfum við verið að fjalla þessar sveitarstjórnarkosningar inn ýmsu sveitarfélögum hringinn í kringum landið. Stefán hefur verið ákaflega duglegur að þeytast þar á milli og taka viðtöl við oddvita og aðra góða gesti. Við erum sömuleiðis, þetta hefur allt saman verið að birtast á netinu og í blaðinu hjá okkur en svo erum við að fara út í enn stífari oddvita kappræður á næstu dögum og verður nóg að vera. Og maður finnur það svolítið hjá pólitíkinni að sveitarstjórnarkosningarnar þær þóttu fara pínlítið seint af stað og kannski Evrópuumræðan hafa truflað einhvern veginn líka. Það er ekki allstaðar sama spennan í gangi. Sumstaðar eru reyndar algjörlega óþreifanleg eins og í Vestmannum en annar staðar hefur hún sumstaðar verið mjög róleg. Ég á tilfellinu að hér séum við með spennu að minnstakosti í meðalagi og þessi mæting hún hlýtur nú að segja eitthvað það. Og ég þarf ekki að segja ykkur svo sem mikið það að spennan hefur verið mikil í sveitarfélaginu. Við sáum það bara að meirihlutinn fór og annar kom og nóg að vera þannig. Fjarðarlistin er farin en er komin hér einhvern veginn samt enn með okkur. Þannig að það er held ég, nóg að spjalla hér í kvöld. Stefán? Já, ef ekki, þá sýnist mér að þú geta séð þetta fyrir okkur. Og held ég þá frá þessi frávarhófi? Já, þá sjaldan ég kemst að. Það er afar ánægilegt að sjá ykkur hérna svona mörg í kvöld og ég held að þetta marki kannski að einhverju leyti þá formlegt upp af kosningabaráttunni og það erum við að sjá víð land, vorum í Múlaþingi hjá nágrönnum ykkar nú í morgun og þar er aldeilis líf að færast í leikinn líka. En við erum með oddvitana 4 hér með okkur og það er þau sem þetta snýst allt og hvað þau ætla að bera á borð hér fyrir ykkur bæði í kvöld og síðan á dögunum fram til 16. maí. Og þetta eru frá Sjálfstæðisflokki, hér næst mér Ragnar Sigurðsson, frá Samfylking og öðru félagshyggjufólki Stefán Þór Eysteinsson, við erum með frá Miðflokknum Hrafn Bjarnason og Þuríður Lillý Sigurðardóttur frá Framsóknarflokki. Og þetta ég leyfi mér að segja þegar maður fer landsbyggðina nokkuð sérstakt, oftar erum við að sjá lista oftar lista sem að bjóða ekki fram undir nafni tiltekinna flokka og þá allavega sjaldan sem að úrvalið er jafn augljóst eins og hér. Þannig að þetta er svona, ef við að kalla þetta klassískan kosningafund, Andrés. Afskaplega og ég meina við sjáum það líka að það er þrátt fyrir alla breytingarnar, það er ákveðin stöðugleiki, það eru enn 4 flokkar í framboði eins og síðast, en síðast náðu bara 3 kjörir, þannig að þið vitið hvað ég kalli Freyjar Heyrir. Já, en þá er komið að því sem að við gerum alltaf í upphafi funda, við byggjum framboðin að segja okkur undan og ofan af því hvað þau standa fyrir í komandi kosningabaráttu og hvað þau hyggist gera náðu kjöri. Við ætlum að hafa þetta með því formi að veita þeim hverju einu 2 mínútna glugga til þess. Ég er tímavörður eins og Katrín Jakobsdóttir var hér forðum daga í Gettu betur og Andrés Magnússon er skelverinn sem að tekur á fólki þegar það fer yfir tímamörkin. Útkastari. Já, ef að gera þetta í sömu röð og áðan, Andrés. Þá byggjum við þig, Ragnar, að hefja leika. Takk fyrir það og velkomin til Fjarðabyggðar. Heyri sæmil í mér. Það er ekki að hækka þá, Vali. Það er komið núna. Þetta er betra. Það eru komið öll sæl og takk fyrir að koma, strákar. Ég heiti Ragnar Sigurðsson, er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð. Sjálfstæðisflokkurinn fór í meirihluta fyrir 2 árum síðan og staðan hefur gjörbreyst á þessum 2 árum. Við fórum úr því að vera í skuldasöfnun og hallarekstri og höfum snúið rekstrinum við. Síðustu 2 ár eru einn bestu rekstrarár í sögu sveitarfélagsins. Núna erum við í miðri á og við erum að óska eftir umboði til þess að fara inn í næstu 4 ár
og halda áfram á þessum grunni sem við höfum verið að byggja upp. Við ætlum að fara strax í það á næsta ári áramótin að lækka fasteignagjöld hér í sveitarfélaginu, bæði á íbúa og atvinnulífið. Þannig ætlum við að virkja þann kraft sem við getum náð úr þessu sveitarfélagi. Hann svo sannarlega til staðar, við höfum fengið atvinnulífið með okkur og við viljum leysa úr læðingi þann mikla kraft sem í sveitarfélaginu með að fá það enn meira til liðs við okkur. Við ætlum að sjá til þess að það verði nóg lóðaframboð í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins hvar og hvenær sem Og við ætlum að fara í stór eflingu á atvinnulífinu með því að fara í uppbyggingu á Mjórarhöfn. Þar erum við búin að vera undirbúa á undanförnum 2 árum mikla stækkun á lóðinni. Við ætlum að þrefalda Mjórarhöfn til ársins 2040 og það til þess að svara núverandi eftirspurn eftir lóðum þar og þetta snýst svolítið það að hafa trú á samfélaginu og fá fólkið og atvinnulífið með okkur. Við höfum svo sannarlega trú og við finnum það á íbúunum að þau eru tilbúin að koma með okkur í þessa vegferð. Takk fyrir þetta. Þetta var vel innan marka. Stefán, gefum við þér orðið. Heyrið í mér. Ertu vissum þetta að vera vel innan marka? Það tala svo lengi að það ekki. Nei, heyrið þið. Ertu búin að setja tíma á stað? Þú verður að rísa eftir þessu fyrst ég að byrja. Heyrið, við höfum verið í stefnumótun og í okkar stefnumótun þá höfum við svona verið að horfa til þess hvernig við getum einfalda daglegt líf fólks. Og það sem við hluti af því sem við viljum gera, við náum þetta ekki að fara yfir allt saman, hluti af því sem við viljum gera er að við viljum setja skólamálin í forgang. Við þurfum að endurskoða leikskólamálin hér í Fjarðabyggð en það gerum við með raunverulegu samtali við fjölskyldur, við starfsfólk leikskólana og við atvinnulífið. Við þurfum að skapa sátt leikskólamálin í Fjarðabyggð og tryggja þjónusta virki vel í daglegu lífi. Við þurfum líka að styðja við grunn- og tónlistarskólan okkar og það viljum við gera með því að efla raunverulegt samráð þróun skólastarfs. Við viljum líka efla frístundastarf með því að hækka frístundastyrk og á sama tíma þurfum við að tryggja aðgengi að íþróttum og tómstundum sem jafnt óháð því hvað fólk býr í sveitarfélaginu. Við viljum líka fara í markvissa uppbyggingu í Oddsskarði, enda besta skíðasvæði á landinu sem því miður hefur setið á eftir í uppbyggingu. Við viljum gefa íbúum okkar rödd og setja á laggirnar heimastjórnir í hverjum byggðakjarna. Við höfum upplifað að fólk finnst að hafa fjarlægst stjórnsýsluna, finnst það ekki að hafa rödd og við lítum á þetta sem okkar leið til að gefa íbúum okkar rödd og þannig að það geti haft raunveruleg áhrif á ákvarðanir. Það þarf líka að einfalda stjórnsýsluna og minnka flækjustigið þegar kemur að því að fá þjónustu frá sveitarfélaginu og að sama skapi þurfum að efla upplýsingagjöf fyrir öll. Eitt af stórum málunum okkar er að vera í sífelldri samkeppni unga fólki okkar og við þurfum að vinna statt og stöðugt að því að ná unga fólkinu okkar heim aftur og það viljum við gera með því að skapa vettvang þar sem við kynnum fyrir unga fólkinu okkar hvað er raunverulega í boði í samfélaginu okkar. Þetta er mikils að vinna þar og það er eitthvað sem við viljum gera. Þetta helst ekki hendur við það að gera ungu fólki eða að gera fólki kleift að læra það sem við vill í sinni heimabyggð. Við þurfum líka að halda áfram að hlúa að eldra fólkinu okkar og efla heimaþjónustu og stuðning við auknu samstarfi við HSA í gegnum verkefnið Gott að eldast. Er þetta búið? Ég er alveg klár. Langar bara aðeins í lokinu komin á atvinnulífið okkar. Atvinnulífið í Fjarðabyggð er einstakt, við vitum það á landsvísu, ævintýralega öflugt og við munum halda áfram að styðja við það með öflugri hagsmunagæslu og með því að koma til móts við þarfir þeirra og viljum við að sama skapi skapa hér grundvöll fyrir því að búa til störf. Alveg búinn með því að móta raunverulega stefnu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu. Við munum koma inn á atvinnumálin að sjálfsögðu eftir. Þuríður Lillý, 2 mínútur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Það heyrist líklega ekkert, jú, það heyrist í mér. Þuríður Lillý heiti ég og er oddviti Framsóknarflokksins í Fjarðabyggð. Við höfum verið að fara og funda með íbúum í Fjarðabyggð og heyra hvað brennur á fólki og við heyrum að íþróttir og tómstundir barna, ungmenna og fullorðinna eru mjög hátt að baugi þar. Þar ætlum við að grípa í taumana og efla íþróttastarf og ungmenna og koma á fót ferðasjóð til að auðvelda íþróttaiðkun barna og gera þeim kleift að hafa sömu tækifæri til að skara fram úr og börn í íþróttum annars staðar á landinu. Jafnframt horfum við til eldra fólks og horfum þar á tekjutengdan frístundastyrk og áframhaldandi verkefni bæði Janusar og verkefni Gott að eldast. Við viljum byggja áfram öflugt atvinnulíf
Gott atvinnulíf burðarás í þessu sveitarfélagi og við erum mjög stolt af því og þurfum að efla það enn frekar og koma hingað með fjölbreytta atvinnu og þannig að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Við viljum efla ferðaþjónustu og standa áfram vörð landbúnað og gera kleift að nýr bændur geti komið og sest að jafnframt. Áframhaldandi uppbygging á húsnæði okkur líka mjög hugleikin. Ég hef stýrt skipulags- og framkvæmdanefnd allt þetta kjörtímabil og það hefur ekki verið mikið byggt í Fjarðabyggð síðan að byggðist upp í kringum álverið og við erum mjög ánægð með það en betur má duga skal og hér þarf að vera til nóg af lóðum í öllum byggðakjörnum og við þurfum að halda áfram með afslátt af gatnagerðargjöldum sem mjög mikilvægt og fara í meiri deiliskipulagsvinnu. Jafnframt ætlum við að tryggja áfram öruggt leikskólapláss fyrir börn 12 mánaða aldur og mikilvægt að það sé öruggt og gott starfsumhverfi þar sem að bæði starfsfólki og börnum líði vel. Við viljum halda áfram með samstarf, grunn- og framhaldsskóla. Ég strax búin? Svona líður tíminn. Jésús. Allavega svo það samgöngunar. Það óboðlegt það ástand sem við búum við í dag og þar þurfum við tafarlausar úrbætur. Þakka kærlega fyrir. Hrafn. Já, heyrist í mér núna? Já, góðan daginn, ég heiti, góða kvöldið, Hrafn Bjarnason, oddviti Miðflokksins í Fjarðabyggð. Við erum að bjóða fram núna tiltölulega nýjan lista, tiltölulega svona óvant fólk í sveitarstjórnarmálum en við erum með mjög vant fólk úr atvinnulífinu og fólk sem þekkir samfélagið vel, fólk sem hefur búið hér og unnið. Við höfum einsett okkur það, við ætlum að vinna fyrir fólkið í Fjarðabyggð, setja hagsmuni Fjarðabyggðar í forgang og bera virðingu fyrir almannafé. Við ætlum að setja þá á oddinn að verja störfin í Fjarðabyggð, verja stofnanirnar okkar, verja fyrirtækin, þjónustuna og við ætlum að efla það sem við höfum hérna innan sveitarfélagsins. Við viljum efla ferðaþjónustuna, við þurfum að sækja vel fram þar. Með ferðaþjónustu fylgir fjölbreytni í atvinnulífinu og fjölbreytt afþreying og aukin menningarlíf og við teljum það vera forsendu þess að fá hingað barnafólk og ungt fólk til að flytja og vera hér. Við viljum endurskoða sumarlokanir í leikskólum, stytta sumarlokanir með hag fjölskyldna og starfsfólk í huga, sveigjanlegt sumarfrí og atvinnulífið hentar einnig mjög vel fyrir atvinnulífið að hafa sveigjanleika í sumarfríunum. Við viljum endurskoða skráningardaga leikskólana, við teljum þeir séu margir og við höfum rætt við bæði leikskólastjórnendur og starfsmennina leikskólana og þetta foreldrana og almennt telur fólk vera rými til að fækka þessum dögum. Við viljum setja umhverfismálin hérna í Fjarðabyggð í svolítinn forgang, við viljum taka til í sveitarfélaginu. Það þarf að tryggja að umgengni hér sé góð og það þarf að tryggja það að ásýndin sé góð. Við þurfum að laga hérna götur, gangstéttir, það mikið af svæðum sem eru órækt. Við þurfum að tryggja að aðkoman að þéttbýliskjörnunum sé aðlaðandi, bæði fyrir okkur sjálf og sama skapi við viljum sækja fram í ferðaþjónustunni. Við viljum tryggja lóðaframboð í Fjarðabyggð, við viljum tryggja lóðaframboð sem í boði sé sýnilegt á vefnum, þannig að allir sjáu tækifærin sem hér að finna og við teljum við þurfum að mynda stefnu áframhaldandi framhalds... Það vil. Já, ok, við tökum restina seinna. Gott að vera þakka kærlega fyrir og þakka ykkur öllu fyrir. Ég myndist á hérna áðan að þetta hefur verið viðburðarlegt kjörtímabil, að það hefði svona kastast í kekki og þarna splundrast meirihluti og það gerist nú meðan svona klofningi í Fjarðalistanum út af skólamálum í Marrétt. Þarna, já, það kastast í kekki en mér sýnist að ykkur líður nú sameiginlega saman hérna á sviðinu en þið eruð hér 4 flokkar að fara að keppa 9 sæti. Hvernig traust í stjórnmálum eftir svona örlögum? Maður heyrir að þið eruð að kýta svolítið fjármálin og þó þið talið öll fallega lóðamálin þá veit ég að þið ekki alveg á eitt sáttu það og Ragnar, ef þú veitir byrja. Við störfum vel saman og bæði meirihluti og minnihluti hefur gert það. Auðvitað klofnar meirihlutin á sínum tíma en við vorum að fylgja meirihlutunum þar að máli en meirihlutin hins vegar springur mjög óvænt en við vorum fram að því með mjög öflugt aðhald. Við vildum vinna að framfaramálum með meirihlutunum
En að samanskapi vorum við með aðhald og vorum ekki sammála í einu og öllu, en hins vegar var góður andi og hefur verið það síðan. Við höfum unnið, eins og ég segi, bara mestuleyti mjög vel saman. En það er áherslumunur á þessum flokkum og maður hefur alveg fundið það í meiri hluta þegar við höfum viljað sækja fram á ýmsum sviðum og við höfum viljað hagræða á ýmsum sviðum, að þá er munur. Og munurinn endurspeglast í því að til að mynda þegar meiri hlutin fór á stað núna nýverið í að krefjast þess að ríkisstjórnin færi í olíuleit, þar var munur. Það líka munur í aðhaldi í rekstrinum. Við höfum viljað draga úr framlögum okkar til dæmis til samstarfs til sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Minnihlutin hefur ekki fylgt okkur í því, það voru vonbrigði og við höfum séð það að aðhaldið sem við höfum verið í meiri hluta hefur verið áfram á útgjaldahliðinni þegar að minnihlutin hefur verið að vilja sækja frekar fram þar. En segðu mér eitt sem ég hefði nátt að kannski að minnast á hér áður. Þegar á ýmsu hefur gengið, þið hefur meðanlega verið með alveg ótrúlega starfsmannaveldu í bæjarstjórajobinu. Hafið þið eitthvað hugleitt það? Ég meina, eru þið með ykkar bæjarstjórakandidata eða viljið þið ráða? Það er alveg rétt. Það er búið að vera 4 bæjarstjórar síðan 2018. Það er gríðarlega kostnaðarsamt að vera stanslaust að skipta í bæjarstjórastólnum. Það er komin festa þar, það er komin ákveðin stöðuleiki. Við höfum unnið vel með núverandi bæjarstjóra. Við erum ekki með bæjarstjóraefni. Við viljum hins vegar skoða það ef við erum í meiri hluta hvort að ráða bæjarstjóra sem er tilbúin að fylgja okkur að okkar málefnum og fylgja okkur í okkar áherslum. Það er lykilatriði. Þó svo að líti nú kannski þannig út að ég gangi með bæjarstjórastólinn í maganum, þá er það ekki þannig. Þetta er bara bakkelsi bæjarskrifstofunnar. Þuríður, hvernig horfir þetta við þér? Ert þú bæjarstjóra efnið hjá ykkur? Nei, ég er það nú ekki, sko. Ég á nóg með búskapinn og börnin og heimilið. Samhliða bæjarpólitíkinni, það fer vel saman, en bæjarstjóra efnið held ég mér of að þessu sinni. En við höfum verið mjög ánægð með samstarf okkar við Jón Árún í bæjarstjóra og hún hefur staðið sig bara gríðarlega vel í starfi og fljóta að koma sér inn í hlutina og það er mikið, bara mjög gott að hafa þessa festu og stöðuleika í starfinu. En meiri hluta samstarfið og þetta uppbrot sem að varð á kjörtímabilinu? Já, vissulega varð traustabrestur á kjörtímabilinu og það kom okkur að óvart og það var vont, það var búið að vera mjög gott samstarf og það var búið að funda fyrir þannig örlagaríka fund. Það var búið að funda kynna þessa breytinga fyrir bæði meiri hlutanum og svo líka fyrir bæjarstjórnina allri. Þar greindi maður ekki þessu óánægju, þannig að þetta kom okkur að óvart og var svolítið mikið högg, við kynna það. En við rísum upp aftur og fórum í meiri hluta með Sjálfstæðisflokknum sem gengið bara mjög vel. Við náðum saman þau mál sem við höfum unnið að og unnið vel saman og unnið áfram mjög vel saman með minni hlutanum líka, sko. Hrafn, þið eruð nýtt framboð, þið viljið vantilega breyta einhverju og eruð þið með bæjarstjóra til taks? Við höfum rætt bæjarstjóramálin en við höfum ekki tekið neina afstöðu til þeirra mála, þannig við erum ekki með neitt bæjarstjóraefni í huga og það er ekki ég sem ætla að vera bæjarstjóra allavega. Við sjáum fyrir okkur svona ákveðna breytingar í því sem er í gangi í Fjarðabyggð í dag eða svona sem við skynjum í samfélaginu og það er kannski varðandi samstarf við bæði þá stofnanir við atvinnulífið, þær breytingar sem við erum að gera, það sé við átt víðtækara samstarf, sé betur upplýsingaflæði á milli þá íbúanna og sveitafélagsins og við teljum eins og ég var nú að tala með áðan með að við þurfum að fara í svona ákveðin átök í sveitafélaginu, við höfum verið að horfa á einfalda hluti bara eins og með sorpstöðvarnar, það er mjög áhugavert að við teljum áhugaverðan kost að til dæmis hafa bara sorpstöðvarnar opnar, vera bara með mannlaust aðgengi. En sér þið fyrir þér að þú getur unnið með einhverjum af félögunum hér við borðið? Ég held að ég séu bara með gott fólk sem væri alveg hægt að vinna með. Þetta snýst auðvitað bara málefnin og hvernig menn ná saman stjórnina hérna eftir kosningar og þetta hvernig þær fara. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði.
Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Fjölbreytt störf hjá Fjarðabyggð, laus til umsóknar. Nánar á starf.fjarðabyggð.is. Fjarðabyggð. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Fever Tree. If 3/4 of your drink is a mixer, mix with the best. Unikonta öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Örugg hildarlausn fyrir þitt fyrirtæki. Ertu enn í fortíðinni. Unikonta.is. Stefán, þessi klopningur sem varð þínum félögum í fjarðarlistanum sínum tíma, þetta hefur náttúrulega verið ykkur erfitt, en komið heilsteypt til leiks nú undir nýjum gunnfána? Já, algjörlega. Þetta hefur auðvitað verið athyglisvert kjörtímabil að mörgu leyti. Við höfum, eins og það segir, verið báðum með við borðið, minni hluta og meiri hluta, og þetta hefur verið vægast sagt lærdómsríkt. En við komum bara mjög öflugt til leiks að ég tel. Við vinnum mjög vel saman og berum fullkomið traust til hvors annars, og ég á ekki von á öðru en að samstarfið muni bara ganga mjög vel eins og það hefur gert í raun og veru alla tíð. En hvað með fólki hér við borðið sem að þú kannt að þurfa að semja við? Verður ekki erfitt fyrir þig að reyna að ná einhverjum samningum með þessa fortíð? Þarftu ekki að þá sannfara sérstaklega að þetta sé allt í kegi? Ég held að samvinnan okkar í raun og veru síðustu 4 ár, hún hafi gengið bara að mestu leyti mjög vel. Eins og Ragnar kom inn á og Þuríður svo líka, þá hefur þetta svona vinnuandinn innan bæjarstjórnar verið mjög góður í flestum málum. Ragnar kom inn á að það væri svona mismunandi svona áherslur innan flokkana, og það er eðlilegt úr bara svona með kjarnagildin og allt það. En ég held að þegar það komi að því að þeir eru búið að telja upp úr kössunum og menn þurfa að fara svona að móta einhverja stjórn eða meirihluta, að þá muni við geta rætt í raun og veru við þá sem þetta snýst málefnin, eins og Hrafn sagði, við getum rætt við alla og það er ekkert vandamál að vinna með þessu fólki hér. Ég held að, og það sé alveg í báðar áttir. Bæjarstjórinn, hvað með hann? Já, nei, við erum ekki með bæjarstjórnefni á listanum okkar. Við stóðum að ráðningunni á Jónu Árný á sín tíma og allir flokkar í rauninni gerðu það. Hún hefur staðið sig virkilega vel, ég held að vera að segjast. Hún er komið inn með mikilli fagmennsku og það er mikilvægt, og maður sér það, hversu mikilvægt það er að hafa faglegan bæjarstjóra sem svona veit hvernig þetta allt saman virkar. Hún hefur gríðarlega mikið skilning á rekstri sveitarfélaga og hvernig þetta pólitíska umhverfi allt er. Það er líka gríðarlega mikilvægt fyrir sveitarfélag eins og okkar að hafa samfellu í stjórninni þegar kemur að bæjarstjórum. Hún er svona með alla spottana í hín og þessu. Þannig að við svona, já, við horfum svolítið til hennar að myndum allavega vilja halda áfram að semja við hana. Þuríður, kannski rétt í sambandi við þetta, ef atkvæði falla með svipuðum hætti og síðast, eru meiri líkur að minna á að þið munið endurnýja meirihlutasamstarfið eins og það lítur út núna, eða eru það að horfa í aðrar áttir? Það er erfitt að segja til það núna. Við náttúrulega erum ekki búin að sjá stefnuskrá hinna flokkana en þá. Við birtum okkar stefnuskrá í morgun. Ég heyri samt á framsögu þeirra áðan að það er margt sem er greinilega sambarlegt sem ég er að heyra fyrst núna. Við munum bara sjá til þegar þar að kemur, en eins og ég segi, samstarfið hefur gengið mjög vel og ekki því til fyrirstöðu að starfa með hvaða flokk sem er þegar það verður talið upp úr kössunum. Við ætlum núna strax snemma þessu prógrami að bera hér upp spurningar sem okkur hafa borist frá bæjarbúum. Einn þeirra er frá Hannesi Rafni Haugsinni og þetta er spurning sem að við viljum fá ykkur öll til að svara, en í stuttu máli. Það er mjög mikilvægt. Þið þurfið að nefna 3 aðgerðir sem þið munu grípa til strax í því skyni að fjölga störfum og íbúum í Fjarðabyggð. Og nú byrjum við á öfum enda, Hrafn, þannig að þú er ekki mikið tíma til að undirbúa þig. Já, 3 aðgerðir. Já, við teljum að
með því að auka umsvif á Mjóararhöfn og sækja inn á útflutnings- og hafnsæknastarfsemi getum við náð til okkar fyrirtækjum og náð til okkar starfsemi. Og til að fjölga fólki, við viljum auðvitað fjölga ungu fólki eða fjölga fjölskyldufólki, að þá teljum við þurfum að sækja fram á til dæmis þessi var að tala um áðan, við þurfum að auka fjölbreytnina, við þurfum að sækja að fara í ferðamanniðnaðinum, við erum með einsleitt samfélag að mörgu leyti þó ég sé mjög margt gott, þá teljum við þurfum að ná meiri breidd í atvinnulífið. Svo ég fylgi því eftir, hvað ætla bæjarfélagi að gera til þess varandi ferðaþjónustuna, að það verða að velta fyrir sér aðgerðum bæjarfélagsins? Ég held að bæjarfélagi þyrfti að fara í markasetningu, fara í markasetningu á sveitafélaginu og síðan þurfum við, eins og við töluðum hérna áðan, við þurfum að fegra ásýnd samfélagsins, við þurfum að ferða ásýnd sveitafélagsins. Þuríður, 3 atriði. Já, til að fjölga störfum. Ég finnst að við eigum að sækja meira opinber störf hingað austur. Við erum með samvinnuhús þar sem er pláss fyrir slík og við viljum líka fjölga samvinnuhúsum, svipað og Múlinn í Neskaupstað sem hefur heppnast mjög vel. Þannig að við viljum sækja fram þar, jafnframt í ferðaþjónustunni og þar horfum við á að sveitafélagi getur byggt upp fleiri áfangastæði ferðamanna eins og við höfum verið að gera, fleiri segla til að fá fólk hingað austur. Og þriðja varðandi störfin, það náttúrulega kannski, við erum öll frekar sammála, það náttúrulega kannski útflutningshöfnin og nálað okkar við Evrópu og þessi gríðarlegu tækifæri sem eru til staðar á Mjóararhöfn. Og við höfum séð nú þegar í þessari 4 ára tíð okkar hér að það mikil eftirsókn í þessar lóðir og fyrirtæki sem vilja koma þarna og starfa sem mjög áhugavert og náttúrulega grænn orkugarður ef hann verður vonandi. Íbúðarnir, það við náttúrulega bara að byggja meira. Og við þurfum að laða okkur ungt fólk, við þurfum að vera með fjölbreyttar húsagerðir til að geta tekið á móti bæði ungu fólki, barnafjölskyldum, einstæðu fólki, bara hverju sem er. Þannig að við þurfum að vera með fjölbreyttar húsagerðir, nóg á lóðum og bæði leiguíbúðir og til að kaupa. Og þar þurfum við að halda áfram samstarf okkar við leigufélagi Bríet sem hefur lyft grettistaki hérna í leiguhúsnæði. Stefán, 3 aðgerðir. 3 aðgerðir, þetta verður örugglega mjög leiðilega lík svör en eitt af því sem við höfum til þess að skoða að bæta við samvinnuhúsum eða svona fjarvinnurýmum í Fjarðabyggð, laða þessi störf sem hægt að vinna án staðsetningar og svona samhliða því auðvitað gera samfélagi meira aðlaðandi fyrir þessi störf og koma hérna. Það eftir miklu að slægjast þar. Við höfum séð hvernig við gengið í Neskaupstað í Múlanum þar sem það hefur fjölgað stöðugildum alveg gríðarlega mikið. Þar hefur reynslan svolítið sýnt að ef þú byggir það, þá koma þau og þá hægt að sækja þau. 3 atriði. 3 atriði, þetta eitt af þeim. Mjóararhöfnin, það þetta gríðarlega mikil tækifæri þar. Eitt af því sem við höfum verið að vinna að svona í gegnum tíðina grænn orkugarður og það verkefni sem við þurfum að halda áfram að styðja við. Verði hann að raunveruleika sem við auðvitað bindum öll mikla vonir við að verði. Þá yrði gríðarlega mikil fjölgun hér á svæðinu af störfum. Ekki bara við orkugarðinn sjálfan, heldur líka afleitu störfum. Þannig að það þetta miklu að sækjast þar. Þriðja þetta með ferðaþjónustuna á svæðinu. Það sem sveitarfélagið þyrfti í raun og veru að gera strax að fara í stefnumótun þegar kemur að ferðaþjónustu hérna á svæðinu. Það gríðarlega mikið tækifæri þar. Ef við horfum til dæmis á skemmtiferðaskipin, við horfum í kringum okkur, önnur sveitarfélög þau hafa gert þetta, með fjölmörg skemmtiferðaskip sem koma á ári hverju. Við höfum enga stefnu í Fjarðabyggð. Það engin stefna sem snýr að skemmtiferðaskipum. Við þurfum að móta okkur stefnu í því hvort við viljum taka á móti þeim og þá ef við viljum gera það, hvar við viljum taka á móti þeim, við þurfum að tryggja þessu innviði til staðar og þar eru gríðarleg tækifæri. Því leið við þurfum að móta þessa stefnu, þá erum við að móta svo margt í raun og veru í kringum það, þetta svona allt liggjandi. Vilt þú taka á móti þeim? Ég held að við ættum að skoða það alvarlega, að taka á móti þeim og í því þá þurfum við að móta líka hvernig skip það sem við viljum taka á móti. Það minni skipin eða stærri skipin eða hvernig það það skiptir máli. Við þurfum að setja mörk þegar kemur að því að taka á móti ferðamönnum. En ef við ætlum að gera það, þá þurfum við að fara í þessa stefnumótun, gera það vel og standa vel að þessu þegar við síðan tökum móti þessu skipum. Varðandi það að fjölga fólki, ég komi aðeins inn á að fá unga fólki okkar heim. Það eitt af þessu stóru málum. Við vitum það að því lengur sem við höldum unga fólkinu okkar á svæðinu, því líklega er það að koma tilbaka. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að við séum í raun og veru að þrýsta á stjórnvöld að gera fólkinu okkar kleift að vera lengur í heimabyggð, að læra það sem vill læra, hvernig það er. En við þurfum líka, fyrir þá sem fara í burtu, við þurfum að hafa tengingu við það, við þurfum að búa til vettvang. Við höfum skoðað verkefni til þessu höfn í Hornafirði sem heitir Heimahöfn, þar sem það er búið til vettvang, þar sem í raun og veru krakkandi fá kynning á því sem er til staðar í umhverfinu, í samfélaginu.
þá atvinnulíf, menningu, tómstundir, þannig að það líklegra til að koma tilbaka, gera sér grein fyrir hvað til staðar, þannig það já. Þið eru klókt þið nefnið auka atriði kringum fólksfjölgunina, þið áttu bara að nefna 3 atriði. Ég er alveg stífur á því með þig, Ragnar, ég mun telja. Já, gott og vel. Það fyrst og fremst hvað varðar atvinnuuppbyggingu, þá það að halda áfram að svara þeirri eftirspurn sem nú þegar til staðar fyrir atvinnulífið. Og þar erum við að fara í markvissa uppbyggingu á nýjum lóðum á Mjóararhöfn. Það áætlun til 2040, 9 milljarða króna uppbygging. Það snýr sér ekki bara grænan orkugarð. Við megum ekki bara veðja á eitthvað eitt atriði. En hins vegar eigum við að hafa trú á því. Og grænn orkugarður eitt, olíuleit annað, aukin fiskeldis þjónusta og aukið fiskeldi. Við eigum líka að standa vörðum og sjá til þess að útflutningsgreinarnar okkar geta haldið áfram að vaksa og sjá til þess að flutningsfyrirtækin okkar geti sinnt þeirri eftirspurn sem á svæðinu. Varðandi íbúana þá snýst það að fjölga lóðum í Fjarðabyggð. Þær eru talsverðar á ákveðnum stöðum en ekki öllum og það snýst að mæta þeirri eftirspurn hvar og hvenær sem hún Og þess vegna ætlum við líka að lækka skatta, bæði á íbúa og atvinnulífið. Það laðar bæði fyrirtækin að og það laðar nýja íbúa að. Og svo ætlum við að fara í kröftu uppbyggingu í íþrótta- og æskulýðsmálum. Þar þörf á uppbyggingu, það snýst mannvirkin en það snýst líka að koma með íþróttafélögunum og hjálpa þeim að byggja upp sína öfluga starfsemi. Bæði ætlum við að veita stuðning í því að vera með framkvæmdastjóra íþróttafélagana sem að við ætlum að greiða en mun hjálpa íþróttafélagunum að sinna mótahaldi, æfingum, mannaráðningum og svo framvegis og svo ætlum við að byggja upp ferðasjóð með atvinnulífinu og við höfum þegar hafið samtal við atvinnulífið það. Þetta voru meir en 3 atriði en gott og vel, ég tek því. En sko þú myndist á nálæðina við Evrópu og það alveg réttri vindast, þá finnum maður nánast fyrir ilminn frá Noregi. En sko í þessari kosningabaráttu þá hún hefur að einhver leyti litast af því að pólitíkin í landinu farin að snúast einmitt Evrópumál svolítið. Og við vorum nú að fundi sem SFS var að halda hér í dag atvinnulíf þar sem að Evrópumálin komi mikið við sögu og við vitum það náttúrulega í velflestum sjávarbyggðum þá skiptir það máli. En Evrópa einhver vidd hjá ykkur í kosningabaráttunni hér eða á hún að vera það í sveitarstjórnarmálinu hjá ykkur? Þetta hlýtur að hafa áhrif hér á ýmis byggðarlög. Já, það gerir það. Ertu þá að reyna að fiska afstöðu mína til kosningunum að viðræðurnar við Evrópusambandið eða ertu að spá bara í þessa tengingu okkar varðandi hafnsæknastarfsemi? Ég byrjaði nú svona á því að vilja laða fram hvernig þið sæju þetta fyrir ykkur í þessu pólitíska samhengi, en það alveg rétt, þú giskar rétt, ég ætla að fá fram hvað þú vil gera sko. Já, ég held að kjósendur vilji vita það. Mig grunaði það. Já, sjálfsögðu höfum við tækifæri hér einmitt eins og ég segi fyrir hafnsæknastarfsemi sérstaklega og það hefur verið samstarf milli Fjarðabyggðarhafna og Rotterdam sem bara mjög mikilvægt og gott samstarf og þar held ég að séu fullt af tækifærum og það sjá það þeir sem að kjósa að horfa þannig á það að hér eru bara mjög mikil sóknarfæri í bara ýmsum greinum og ábygglega greinum sem við erum ekki ennþá farin að sjá fyrir sko, hvað verður í framtíðinni. Afstaða mín til inngöngu eða áframhaldandi viðræðna í Evrópusambandinu, ég hef ekkert legið á minni skoðun þar að ég er ekki hlynnti. Mér finnst alltaf að þjóðin fá að kjósa það en ég mun kjósa nei og ég ligg ekkert á þeirri skoðun minni. Hrafn, ætlar þú að liggja þinni skoðun? Ég hef nú ekki gert það, ég mun segja nei í þessum kosningum enda til ég að hagsmunum okkar hérna fyrir austan sé mun betur borgið utan Evrópusambandsins. Við sjáum bara hvað atvinnuvegi við erum í hérna eins og í sjávarútveginum að þrátt fyrir að ríkisstjórnin haldi því fram að við munum áfram hafa yfirráð yfir fiskinum þá það kannski rétt að einhverju leyti að kvótinn kannski fer ekki hérna nema við seljum hann en raunverulega getur það gerst að kvótinn verði seldur frá Íslandi og þetta einhver þróun sem væri mjög bara ókvæmlega og slæm fyrir okkur hérna fyrir austan. Stefán. Já, ég satt einmitt þegar að fund með ykkur hérna áðan með SFS og það var mjög athyglisvert að heyra það sem kom fram þar og svona afstæða þeirra heilt yfir og sérstaklega það sem snýr að fiskveiðistjórninni, ég held að sérlega ljóst að við höfum
mikla hagsmuni hér á þessu svæði. Við erum með mjög stór og öflug uppsjávarfyrirtæki og sjávarútvegsfyrirtæki á sér á svæðinu. Við erum auðvitað svo með álverið og ýmsar tengingar þarna við þetta. Þetta getur auðvitað haft áhrif. Mér fannst svona einmitt á afstöðu SFS í dag að þeir væru nú opnir fyrir því að skoða möguleikann. Ég hef einhvern veginn litið svo á þetta sé alveg 2 aðskildar kosningar, hvort menn vilji þá fara og sjá hvað er í boði og svo taka svo endalega afstöðu til þess. Ég einhvern veginn, ég nú vísindamaður í grunninn, þannig ég vil alltaf sjá meiri gögn og ég hefði áhuga að sjá hvað er í boði, hvað þetta mun þá þýða í rauninni. Ef þetta mun koma til með að skerða hagsmuni okkar, þá auðvitað alveg ljós hvar ég mun standa og ég held að sé alveg ljós hvar við munum öll standa í því. En já, þannig það er svona mín afstæða í því. En þinn góður flokkur er búin að vera með aðild að Evrópusambandsins að markmiði í aldarfjórðung. Þið hljótið að það kynnt ykkur það? Ég er nú svona tiltölulega, ég hef nú ekki verið flokksbundinn allan tíman, þannig að ég hef kannski ekki alveg verið að kynna mér þennan í raun og veru vinkil á svona Evrópu þegar það kemur að því, en ég held að það sé mjög forvitnilegt að vita í raun og veru hvað mun standi í samningnum og taka svo afstöðu til þess. Þú munt þá segja já 29. ágúst ef atkvæðagreiðslunni verður? Já. Ragnar. Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð leggst gegn aðild að Evrópusambandinu. Við eigum að hafa kjark til þess að standa vörð okkar dýrmætu auðlindir og við eigum að segja nei við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekki bara gagnvart sjávarútveginum og þeim auðlindum. Við viljum öll, held ég sem hér erum inni, einfaldara regluverk. Það eitt og sér er ástæða til þess að segja nei 29. ágúst. Við viljum líka, og ég er mjög ánægður að heyra að félagar mínar í Samfylkingunni eru sammála mér í því að gera lífið auðveldara. Þess vegna ætti svar þeirra að vera nei 29. ágúst. Þú ert að reyna að snúa þeim fyrir kosningarnar? Nei, ég er bara að reyna að telja honum trúum að hann er nú þegar kominn þangað. Mér langar til að skjóta hér inn áhugaverðri spurningu úr dálítið annarri átt. Ragnar, þú nefndir einmitt fasteignagjöldin og Sigríður Vilhjálmsdóttir, hún spyr okkur sérstaklega út í fasteignagjöldin og eldri borgarana og hvort að það sé áform að koma sérstaklega til móts við þann hóp og líka hvort að sveitarfélagið sjái sérstök tækifæri í því að bæta úr húsnæðismöguleikum eldri borgara á svæðinu. Já, við lækkuðum álagningarhlutfall fasteignagjalda á síðasta ári og við þurfum að stíga áfram þau skref og lækka álögur hér á íbúa. Við höfum verið að snúa við rekstri sveitarfélagsins og við vorum að lækka núna gjaldskrár fyrir örfáum vikum síðan 3%, bæði vegna þess að við vorum með jákvæða afkomu í A og B hluta. Jafnframt erum við með loðnu sem að við gerðum ekki ráð fyrir í okkar fjárhagsáætlunum, eitthvað sem að fyrri meirihluti hafði alltaf gert ráð fyrir, svo bara kom ekki tekjurnar. Og við höfum verið þá að segja, við erum að reka þetta sveitarfélag með ábyrgum hætti, íbúarnir eiga að njóta góðs af því. Varðandi málefni eldri borgara, þá er það mjög góð spurning og hún er mjög brýn. Og við fórum í að gera húsnæðiskönnun fyrir eldri borgara hér í sveitarfélaginu sem sýndi það skýrt að það er mjög stór hluti hóps hér í Fjarðabyggð sem að vill minnka við sig á næstu árum. Og það er vegferð sem við erum komin á stað í. Nú erum við þegar að úthluta lóðum sem eru ætlaðar til þeim aldurshópi, en við þurfum líka að fjölga fleiri úrræðum og við þurfum að fjölga almennt leiguhúsnæði líka, gagnvart þeim hópi sem að vill flytja hérna, bæði atvinnulega og sérstaklega atvinnulega séð, þau vilja eiga þennan stað svona sem fyrsta viðkomustað meðan þau skoða sig. En kannski ef ég horfi sérstaklega á eldri hópin, þá er það leiguhúsnæði eða eiguhúsnæði, séreign sem sagt, fyrir 60 ára pluss. Við hefum líka að horfa á dagdvalarúrræði og við erum þegar farin í þá vegferð og ríkið er búið að samþykkja 10 slík rými. Ríkið er búið að gefa það út að þeir ætla að tvöfalda stærð Hulduhlíðar, en við verðum að gera mun betur því að þetta er ört stækkandi hópur. Stefán,
Hafið þið mótað stefnu þessi mál, þar að segja út frá húsnæðismálum eldri borgara? Já, einn af okkar punktum akkurat þetta, við þurfum að auka fjölbreytni í húsnæði fyrir þennan hóp sérstaklega. Þetta ört stækkandi hópur hérna í Fjarðabyggð, svo sem ekki bara í Fjarðabyggð, heldur land allt, þannig að þetta svona víðsvegar og við gerum okkur grein fyrir þessu. Það var auðvitað að fara í þessa íbúakönnun í raun og veru hvað fólk sæi fyrir sér að fara í leiguhúsnæði, hvernig sem það væri og voru bara gríðarlega upplýsandi að vita það og bara sýndi það á svart og hvítu og þörfin mikil, hún alveg gríðarlega mikil og sveitarfélagið þarf auðvitað að vera leiðandi í því að fá þá verktaka á borðinu og ræða þá til að mynda við þessi óhagnadrifnu leigufélög sem við höfum gert í gegnum tíðina með góðu samstarfi, alveg klárlega. Þetta eitthvað sem við höfum skoðað og hefur komið upp úr okkar samtölum við fólki líka. Aðeins einmitt með fasteignagjöldina þegar hún líka spurt það við byrjum náttúrulega að lækka fasteignagjöldin eða í raun og veru álagningarstuðul fasteignagjaldana 2022 við mann rétt og höfum verið að lækka hann í gegnum tíðina þannig þetta einmitt svona eitthvað svona sem við höfum verið statt og stöðugt að gera til þess einmitt að gera það meira aðlandi fyrir fólk að búa og lækka þessar svona ákveðnu byrðar því að hér hefur auðvitað fasteignavirðið, fasteignamathúsnæðis hefur auðvitað hækkað mjög mikið í gegnum tíðina þannig að hækkun fasteignagjalda hefur verið ósanngjörn í raun og veru að einhverju leyti þannig að við höfum svona tekið skref í því en varðandi eldri borgarana alveg klárlega þetta eitthvað sem við höfum rætt og eitthvað sem að sveitarfélagið þarf að taka ákveðna fórust í. Þuríður, við minntust á það og fundunum á Ísafirði að Guðni Ágústsson fyrir formaður flokksins þíns, hann sagði einhvern tímann á fundum þessi mál að öldruðum yrði að fækka. Það brast á flótti ákveðins aldurshóps úr salnum. Þið eru væntanlega með aðrar lausnir á þessum vanda. Já, ég hef með aðrar lausnir á þeim vanda. Það og auðvitað náttúrulega bara alls engin vandi að eldra fólki að fjölga, það náttúrulega sýnir bara að þeir lifa lengur og það er jákvætt. Og við höfum markað okkur þá stefnu að við ætlum að reyna að bæði náttúrulega þrýsta á fjölgun hjúkrunarrýma fyrir þá sem þurfa á þeim að halda. Við ætlum að halda áfram að byggja þessi íbúðir eins og þeir kom inn á undan mér með sem 60+ eða 65+ skilst mér að þeir heiti núna. Við erum búin að úthluta strax 2 lóðum fyrir slík fjölbýlishús og svo þetta líka spurning að tryggja þjónustu þannig að fólk geti verið lengur heima þeir sem það kjósa og það getur sveitarfélagið líka stigið inni og gengið þannig það að fólk geti verið lengur heima sem að ég held að margir líka myndi kjósa og þegar það kemur að álagningarstuðli fasteignagjalda, það eins og þeir kom inn á þannig að fasteignamat hefur hækkað og að vissu leyti kannski getum við fagnað því að það þýðir bara að þetta orðið heitara svæði og það meiri eftirspurn eftir húsnæði hérna en upp á móti þá hækka fasteignagjöldin sem við þurfum að bregðast við og það eins og þeir segja með því að lækka álagningarstuðlinn og við munum gera það eins og aðri flokkar sýnist mér. Hrafn. Við höfum talað það í Miðflokknum að við viljum sjá lækkun á fasteignasköttum þannig ég held að mér sýnist að það verði þá nokkuð pottitt eftir næstu kosningar með að við yfirlýsingar allar frambjóðanda hér. Varðandi húsnæði fyrir eldri borgara þá held ég að það sé nú þannig að til dæmis eins og í Neskaupstað þar höfum við Breiðablik og það hefur verið eftir því sem ég best veit bara full setið húsnæði bara í áratugi þannig að þörfin er augljóslega til staðar og það eru þjónustíbúðir en ég held að við ættum að horfa til þess að vera í sambærilegum íbúðum þar mættu reynda að vera aðeins stærri en kannski þær íbúðir. Miðflokkurinn ætlar að standa vörð hjúkrunarrými í Fjarðabyggð og vill fjölga þeim og við vitum auðvitað að það á að byggja 20 hér en til stendur að fækka þeim á Norðfirði þannig að við teljum við þurfum að stíga fast í jarða hérna. Hreppaflutningur og öldruðu fólki ekki ásættanleg niðurstaða þannig við þurfum að berjast fyrir því að auka og bæta húsnæðismál aldraðra í sveitarfélaginu, hvort sem íbúðir eða hjúkrunarrými. Þuríður, ég hjóði til því að þú, eins og hinni töluðu náttúrulega þessa lækkun fasteignagjalda, en þú nálgast það svolítið svona eins og þetta væri skaðaminkunar aðgerða, að vegna ytri aðstæðna þá hefði gripið til þessa, sem skiljanlegt og fleiri sveitarfélag hafa gert þetta. En þegar horft á þann viðsnúning sem hefur orðið í fjármálum sveitarfélagsins að undanförnu, bara til hamingju með það, þetta ykkar frábæra hagsýni, þetta tóm heppni, og svona í framhaldi af því hafið þið hugleitt að lækka gjöld frekar umfram bara þann skaða sem að verða vegna
nánast óviðráðlegra aðstæðna? Já, sko, það góð spurning. Það náttúrulega þessi viðsnúningur sem orðið í rekstrinum stafar að bæði að stjórnun og heppni. Það var náttúrulega, loðnan spilar rosalega mikið inn í, til dæmis í okkar sveitarfélagi. En vissulega var líka tekið í taumana og hagrætt á ýmsum sviðum. Þannig að þetta hvort tveggja og þetta náttúrulega eitthvað sem þarf bara að vinna að áfram. Ef verður áfram þessi stöðuleiki í rekstrinum, þá munum við að sjálfsögðu skoða það að lækka álögur til íbúa. Það alveg ljóst og íbúar eiga að njóta góðs af því þegar vel gengur rekstur sveitarfélagsins. Það bara alveg skýrt. Og hvað var aftur annað? Var það ekki eitthvað annað líka? Ég vildi nú bara heyra þessa nálgun sem við fjármálinn og skattina, en ég held að við sem búin að fá, ég helst að svo þurfum að fá fram. Það var kannski fróðilegt að heyra álið Samfylkinguna sem að tók undir það að lækka fasteignagjöld. Eru þið til í að skoða frekari lækkun ef reksturinn leyfir það? Aðeins, já, einmitt inn á rekstur sveitarfélagsins. Við höfum náttúrulega rætt þetta mikið í bæjarstjórn og víðsvegar varðandi viðsnúningin sem hefur títtrættur og þetta auðvitað mikið gleðiefni, það alveg rétt og því ber auðvitað að fagna. Við höfum bent á að ytri aðstæður hafi spilað mjög stórt hlutverk í þessum viðsnúningi og ég held að segja ljóst, verðbólgan hefur lækkað töluvert, náði náttúrulega ákveðnu hámarki 23 ef ég man rétt og ásamt ýmsum gjöldum sem hafa hækkað en staðreyndin svo að skuldahlutfall sveitarfélagsins hefur til að mynda lækkast allt og stöðugt frá 2022 öll árin sem dæmi. Við höfum séð eftir COVID veltuféð aukast ár frá ári. Framleiðin hefur aukist hjá sveitarfélaginu og við höfum verið að sjá skuldir við lánastofnanir lækka áfram og að miklu leyti skýrist þetta af ytri aðstæðum. Við sjáum það líka bara öðru sveitarfélögum sem hafa verið að sýna svipaðan viðsnúning í raun og veru kjölfarið af COVID. Varðandi fasteignagjöldin og þá þið voru að spá að skila því það ekki til þá íbúana. Það alveg klárlega eitthvað sem þarf að skoða. Við vitum auðvitað að það eru ákveðnar áskoranir í rekstri sveitarfélagsins. Það eru allir meðvitaðir mörg verkefni framundan. Það hefur verið mikil innviða uppbygging hjá okkur en það er líka margt framundan þannig að við þurfum að halda vel á spöðunum þar. En sé grundvöllur til þess í rekstri sveitarfélagsins þá það alveg klárlega eitthvað sem þarf að skoða að skila til íbúana. Ragnar, þú hlýtur að hafa skoðun þessu. Ég hef séð myndaðir við veggspjald sem ástóður lækkun skatta. Já, það passar. Jú, við að sjálfsögðu viljum við halda áfram að lækka skatta og við eigum að gera það. Við eigum að skila tilbaka ábatanum sem verður af góðum rekstri sveitarfélagsins. Og það alveg rétt sem að Stefán segir að það hafa verið hagfelld ytri áhrif undanfarin 2 ár. Og þetta eru 2 bestu rekstrar á sveitarfélagsins en það hafa líka verið óhagfelld ytri áhrif. Til að mynda vorum við með 300 milljón króna auknar lífeyrisskuldbindingar á síðasta ári. Þrátt fyrir það skilum við afgangi. Við vorum ekki með neina loðnu svo teljast til sem neinu nemur á síðasta ári. Þetta snýst að miklu leyti að setja áætlanir sem standast og þær hafa verið að gera það. Við erum ekki að spila í einhverju lottói og gera ráð fyrir loðnu sem kemur svo ekki. Þannig að ef að kosningarnar snúast heppni eða óheppni þá valið mjög einfalt. Ég vil bara benda á Ragnar að alla tekjuáætlanir sem hafa verið sett frá 2022 hafa staðist. Útgjöldin hafa ekki staðist fyrir meiri hluta. Á þess vegna þurftum við að fara í að taka vaxtaberandi lán 2022 og það óásættanlegt fyrir þetta sveitarfélag. Þarna áttu við að vera með áætlanir þar sem við vorum með tekjur sem við gátum staðið með fullri vissu að myndu skila sér. Nýliðarnir í Miðflokknum. Við að sjálfsögðu viljum lækka álögur á íbúa en við þurfum auðvitað kannski að öðlast betri innsýn í rekstur sveitarfélagsins. Við þurfum að komast betur inn í öll mál. En ég held að sé sjálfstætt markmið út af fyrir sig að lækka tekjur, fara vel með fé og reyna að hagræða sveitarfélaginu svo hægt er. Þannig að við erum á þeim vagni að við viljum að sjálfsögðu lækka álögur á íbúa. Kannski ein svona
þetta eftirgræðslan minni hálfu, Ragnar. Þú segir að það er ekki að gera ráð fyrir tekjum sem ekki sé víst að komi. Loðnan er mjög dyntóttur fiskur. Getið þið nokkuð tíma gert ráð fyrir slíkum tekjum í áætlunum? Verður þetta ekki alltaf að koma á óvart? Jú, og þess vegna gerðum við ekki ráð fyrir loðnu á þessu rekstrarári í síðustu fjárhagsáætlun. Hún er eins og að koma og það eru þá auka tekjur. Þess vegna vorum við að lækka gjaldskránar núna fyrir nokkrum vikum síðan, bæði til þess að sýna lit og senda skýr skilaboð að Fjarðabyggð ætlar að standa við sitt í að draga úr verðbólguþrýstingi, en vegna þess að við gátum það og vegna þess að við erum að reka sveitarfélagi með ábyrgum hætti. Það er ástæðan fyrir að við gerðum ekki ráð fyrir loðnu. Þetta er áhugaverður punktur, ég er ekki vissum að allir gerir sér grein fyrir því á öðrum stöðum í landinu, menn þurfum að horfa svona til náttúrunnar varðandi skattamál. Það er spurning hvort að ríkisstjórnin væri þessu umkomin. Rólegur. Já, en ég bara misti þetta út úr mér. Ég er hins vegar með eina spurningu hér aðra úr spurningagáttin okkar. Minni á það að við höfum boðið upp á það og munum gera það líka fyrir fundin á Akureyri, fyrir norðanmenn sem að hlusta á þessa upptöku. Aníta Ösp Ómarsdóttir, hún spyr hvernig oddvitarnir hver og einn ætli sér að stytta biðlista og bæta úrræði fyrir börn og fjölskyldur þar sem þau eru ekki að fá þjónustu í dag. Spurningunni fylgir reyndar ekki frekar útlistanir á því hverju þessi biðlistar eru, en þið ættu að kannast við það. Þuríður, ef að byrja á þér? Já, sko það er allavega líklega ekki verið að vísa til biðlista á leikskólaplássum af því að hér eru engir biðlistar fyrir leikskólapláss, hér komast öll börn inn 12 mánaða. Nú bara þekki ég ekki nógu vel inn á þessum málum, mögulega biðlista fyrir einhvers konar þjónustu, sérfræði þjónustu eða eitthvað slíkt. Já, gruna það. Þá höfum við náttúrulega bara lagt mikla áherslu á það að við þurfum að reyna að fá aukna þjónustu hingað austur. Tilfellið er bara því miður það að það er oft erfitt, það er ekki all þjónusta í boði hér. Við þurfum að fara bæði suður og norður og fólk oft kannski hefur ekki tök á því. Og jáfnframt eru biðlistarnir langir og já, eins og ég segi, þetta er kannski líka svolítið bara þrýst á ríkið í að koma til móts okkur þarna, minni hálfu. Hrafn. Já, ég veit ekki nákvæmlega til hvaða þjónustu hún er að vísa, en ég reikna með því að það tengist einhvers konar sérfræði þjónustu fyrir börn. Og við höfum rætt það að hjá sveitarfélaginu starfar 1 barnasálfræðingur sem þyrftu að vera 2 sem starfa þá inn í grunnskólakerfinu og þannig væntanlega getum við stytt biðlistana þar, en svo þyrfti líka að reyna að brúa bilið á milli grunnskóla og framhaldsskóla með til dæmis að það hlýtur að vera eðlilegt að ráða sálfræðinga inn í framhaldsskólana sem geta þá tekið við keflinu þegar áfram er haldið. Og til þess að stytta biðlista til framtíðar þá hljótum við þurfa að vera með snemmtaka íhlutun, reyna að vera að grípa börnin fyrr og reyna að koma í vekk fyrir að vandamáli verði til eða að þau ágerist þar að segja. Þannig við teljum að það þurfi einfaldlega að auka þjónustuna þó það séu þetta ekki eins einfalt og það hljómar en lausnin er í því að það vantar meira fólki og það vantar meira peninga inn í kerfið. Stefán, ég beini þessu til þín, ég kannski bæti spurninguna að því að það tala sérfræði þekkingu sem að skortur er á víða út á landið. Eru til tækifæri hjá sveitarfélögunum til þess að grípa til ívilnandi aðgerða fyrir þá sem að kynna að hugsa sér að flytja inn á svæði með slíka þekkingu? Það er alveg eitthvað sem ætti íhuga, sérstaklega í svona málum. Við þekkjum það vel hversu erfitt það getur verið að fá sérfræðinga til að flytja út á land sem að hafa kannski ekki tengingu. Við sjáum þetta víða í bara okkar atvinnulífi, það er oft erfitt að fá fólk til að koma út á land. Þannig það er eitthvað sem ætti klárlega að skoða. Ég mitt reikna með eins og þau voru komið inn á þetta tengist á stoðþjónustunni sem við erum með. Það hefur nú við höfum svona bætt við hana síðustu ár og þetta er mjög öflugt teymi sem þetta er staðar, en það er svo sannlega rétt að máli bæta þar í. Við erum auðvitað með við erum auðvitað með stækkandi samfélag og við viljum að það halda áfram að stækka. Þannig að þetta er klárlega kerfi sem við þurfum að styðja við þá væntanlega með fleiri fólki með þessa sérfræðiþekkingu. Þannig að það er alveg klárlega eitthvað sem við þurfum að bæta í þarna. Það kemur að þjónustu við börn og þá sem að áþurfa að halda, þá eigum við að leggja okkur fram við það að hafa enga biðlista, alveg eins og í leikskólunum. Við viljum taka á móti börnum við 12 mánaða aldur
og við höfum verið að straumlínur laga stjórnsýslu sveitarfélagsins. Við höfum bæði verið að draga úr kostnað og hagræða, en á sama tíma höfum við verið að mynda öflugt og góðan grunn, öflugt teymi starfsfólk sveitarfélagsins. Það er alveg rétt eins og Hrafn segir, við þurfum barnasálfræðing, en við eigum að hafa grunninn sterkan, en svo eigum við að taka á álagspunktum og sérhæfðri þjónustu með að geta kallað inn verktaka. Það snýst það að við getum þá verið sveiflukend og mætt þeim þörfum hvenær sem er. Eitt sem ég langast að spyrja svona sem er ekki beint tengt við þetta, en það er í þeim sveitafélögum sem að við höfum verið að fara í og ekki bara núna, það eru samsett sveitafélög með mörgum byggðakjörnum. Við heyrum aftur og aftur sömu kvartanir það sem sagt að stjórnunin hún eigi til að hnappast á eitt stað og allt að gerast þar í kring og fjarlægustu byggðarnar kvarta mest og svo framvegis. Hvernig hefur ykkur gengið við þetta og hafið þið hugleitt einhverjar frekari útfærslur eins og við vitum að vinnur okkar í Múlabyggð það vera að reyna og svo framvegis? Hver þorir? Ég skal byrja. Ég heyrði að Stefán talaði heimastjórnir á hann. Við viljum frekar horfa til þess að fara í aukna samvinnu með íbúasamtökum, efla starfsemi þeirra og kalla þau meira inn til okkar til skrafs og ráðagerða og færa þeim aukið vald. Heimastjórnir flækja lífið, það seinka stjórnsýslunni, það gera regluverkið mun flóknara. Við megum ekki seinka ákvarðanatöku. Við þurfum að vinna meira með fólkinu og það miklu nær að taka íbúasamtökin inn til okkar og fá þau til þess að forgangsraða meira verkefnum, til dæmis á vorin að láta íbúana sjálfa forgangsraða verkun sem þarf að fara í fegrun bæjanna og svoleiðis sem nauðsynlegt. Og þannig að treysta meira á samvinnu við íbúasamtök. Við búum í mjög sérstöku fjölkjarna sveitafélagi. Þetta mjög eðlileg og þetta mjög góð spurning. Sveitafélagi Fjarðabyggð þannig samsett að það engin bær með yfir 50% af íbúafjöldanum, eins og flest fjölkjarna sveitafélag hafa þar sem að öll þjónustan sóast á eitt stað. Þess vegna þetta ákveðin áskorun og við þurfum að vanda mjög til verka þarna að passa að sérstæða hvers byggðakjarna haldi sér. Að allir hafi eitthvað en enginn hafi allt og þarna þurfum við svolítið að fá alla til liðs við okkur. Við þurfum að saminast og við þurfum að nýta kraftinn sem býr í öllum byggðakjörnunum, nýta okkur þessa sérstöðu og gera hlutina saman með íbúðarsamtökunum, með fólkinu og öllum kjörnunum. Já, ég held að eðlilegast að ég kom inn næst. Ég svo sem kannski kemur ekki óvart í rósamála Ragnar því að þetta flækki málin með heimastjórnirnar. Við höfum verið að fara í kjarnana, við höfum talað við fólki okkar. Það augljóst að fólki finnst að skorta raunverulega rödd. Það finnst að eins og það sé ekki hlusta á það og við teljum að heimastjórnir geti brúað þetta bil. Aukið þessa tengingu við stjórnsýsluna. Ég ekki viss að það muni koma til með að seinka málum. Ég leita á þetta sem að miklu leyti mjög jákvætt aðhald. Við erum auðvitað 9 kjörnir, þá bæjarfulltrúar sem eru þá í bæjarstjórn og ég held að sé bara með heilbrigt að við fáum álit úr kjörnunum þar sem verið að taka ákvarðanir og ég held að sé líka eðlilegt að þau hafi þá einhver völd. Ef við horfum eins og upp í Múlaþing, þar þetta umsagnaraðilar en þeir hafa líka ákveðin völd til að mynda þegar kemur að því að hafa skoðunar á deiliskipulagi og slíkt og ætti ekki að koma til seinkunar því að það nú yfirleitt fólki í kjörnunum sem veit best hvernig eigi að gera hlutina þar. Þannig ég held að þetta sé mjög jákvætt aðhald að því leitunum til. Ragnar nefndi einmitt þetta með að ákveðin verkefni. Ég held að sé nauðsynlegt að svona heimastjórnum fylgi líka einhver ákveðnir fjármunir svo að þeir geti farið sjálfur í verkefni og forgangsraða sjálfur því þeir vita best í því oft á tíðum. Við þurfum líka að vera duglegri að fara út í kjarnan okkar, tala við fólkið. Upplýsingagjöfin frá sveitarfélaginu þarf klárlega að vera betri. Við heyrum þetta trekk í trekk. Það vantar upplýsingar, það vantar samráðið og við teljum að þetta sé leið til þess. Þuríður.
Já, við höfum skoðað þetta líka og við rættum aðeins við kollega okkar í Múlaþingi og heimastjórnina virka mjög vel sérstaklega í minni kjörnunum og kjörnunum sem eru kannski lengra frá þessari miðju en hafa verið að reynast verð kannski í stærri kjörnunum sem ég geti trú að yrði líka raunin hér. Ég og við í Framsókn settum á okkar stefnuskrá að auka íbúa lýðræði, svona farsvipa leiðir og hverfi mitt sem að Reykjavíkurborg hefur verið að keyra. Þannig að þá sé í rauninni ákveðin verkefni sem að hver byggðakjarni fær að kjósa og þá getur hann forgangsraða þeim verkefnum sem að verður farið í. Reykjavíkurborg að bakka út úr þessu öllu saman? Já, ég held að við myndum fá miklu meiri þáttöku. Þau eru að bakka út úr þessu því að það var ekki næg þáttaka, skils mér. En virðast íbúar, ef mann hefur fundist á heima, íbúar síðanum og fleira, að íbúarnir hafa rosalega mikinn áhuga á að hafa eitthvað að segja það sem framkvæmt í þeirra kjarna. En ég tel að við myndum fá miklu meiri þáttöku hér. En auðvitað er það bara tilraunaverkefni, kannski myndum við bakka út úr því líka. En það væri þá búið að reyna það. Já, við höfum rætt þetta og við komum að sinna á dáðan með að íbúar upplifa upplýsingaskort eða samskiptaleysi við bæjarstjórnina og við yfirstjórn bæjarins. Við teljum að við þurfum að auka samskiptin, við þurfum kannski að hafa bara framboðsfundi aðeins oftar heldur en á 4 ára fresti. Það var ágætt að stofna til betra samtals við íbúana. Ég er svo sem ekki, eða við hefum ekki kynnt okkur kannski beint kost og galla íbúalýðræðis í þessu samhengi, eins og heimastjórnar þar að segja eins og Stefán var að tala um en við teljum við þurfum klárlega að auka samskiptin og svo þurfum við einhvern veginn að senda dæmi ábendingakerfi Fjarðabyggðar hefur verið mikið umræðinni þar sem að ábendingar berast inn og hverfa svo þar allavega einhver hluta af þeim að við hefum allavega heyrt talað um þetta þannig við teljum mjög mikilvægt að auka samskiptin og auka upplýsingaflæði til íbúa. Ég sé að þér liggur eitthvað að hjarta. Já, ég bara örstutt varðandi þetta með heimastjórnendan og aukið íbúalýðræði. Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið það bil 40 fundi í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins og kjörtímabilinu. Við flökkum á milli og við höldum reglulega fundi og erum þar með opna fundi að bjóða íbúana að koma til samtals við okkur. Leið og þegar við fórum inn í meirihluta, þá fundum við fyrir einmitt þessu ákalli sem að hafi verið mjög daburt fram að því. Og við settum á viðtalstíma í öllum byggðakjörnum sem hafa gefist mjög vel og við ætlum að halda því áfram. En við megum ekki gleyma því að íbúasamtökin í okkar byggðakjörnum eru mjög öflug og við eigum að virkja þau enn frekar með þessu samtali í stað þess að fara að flækja regluverki og flækja stjórnsýsluna með heimastjórn. Herragarðurinn klæðir þig vel. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðuviðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni sko. Þú getur meira með símanum. Fever-Tree. If 3/4 of your drink is a mixer, mix with the best. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Já, við viljum virkja íbúana. Já, og þá best að virkja þá sem eru mættir á staðinn. Það ekki? Jú. Þessar sem við ætlum að kaupa sig út. Já. Við ætlum ekki að vera eins og prestarnir sem að skamma kórinn fyrir að mæta á sunnudögum. Ætlar þú að stýra þessu? Ég bara mikrofón. Sjá þú þetta. Gott og vel, einhver sem að vill ríða á vaðið og þarna maður í bláum jakkar. Já, við biðjum ykkur að standa upp og kynna ykkur og ég mun halda á mikrofóninum ef ég þarf að stytta máli ykkar. Já, ég heiti Hreinn og býr á Eskifirði. Ég er með 2 spurningar til frambjóðanda. Í fyrsta lagi, hver afstaða ykkar til olíuvinnslu á Drekasvæðinu? Og svo í öðru lagi þá það varðar SSA sem eitthvað apparat hérna sem að
samanstendur nú aðalega Múlaþingi held ég á Fjarðabyggð og þetta eitthvað apparat sem sendir frá sér reglulega einhver ráleiktanir Fjarðarheiðargöng og Axarveg og einhver skynsemi að vera að auka framlög í svona apparat hefum ekki bara að slá þetta af? Takk fyrir. Ég held að þetta kalli á tiltölulega einföld svör. Hrafn, ég ætla að byrja á þér. Við í Miðflokknum erum að sjálfsögðu hlynd olíuvinnslu á Drekasvæðinu og myndum vilja vinna því verkefni. Sambandi sveitarfélag á Austurlandi, þá eins og ég sagði áðan að þá höfum við ekki mjög mikla reynslu á sveitarstjórnarmálum, við höfum þó kynnt okkur málin að einhverju leyti og við munum vinna fyrir Fjarðabyggð hafa hagsmuni Fjarðabyggðar í forgangi. Þannig ef hagsmunum okkar betur borgið með því að minnka samstarfið að hætti SSA, þá munum við gera það, en það verður hagsmuni Fjarðabyggðar sem verður í forgangi hér. Þuríður. Já, afstaða til olíuleitar. Ég held að það sé eitthvað bara svona sem að þurfi að skoða með 10 tíma. Ég ekki mótfallin því og ég er alveg áhugasöm þennan möguleika. Þetta sló mig svolítið fyrst, ég viðurkenni það, þegar maður var búin að tala grænan orkugarð í 3 ár að fara svo að tala olíuleit. Manni fannst það svolítið sláandi, en ég reyni að hafa opinn hug og mun bara að kynna mig málið betur ef það færist hiti í þann leik en frekar. Og varðandi SSA, ég hef verið varaformaður SSA allt þetta kjörtímabil og þetta alveg rétt, það eru alveg oft átök innan þessa vettvangar og þá sérstaklega samgöngumál og eiginlega eingöngu samgöngumál. Þar eru við bara ekki sammála. Og hlutverk SSA, þegar ég fór þarna inn, þá var ég eins og aðrir íbúar. Ég skildi ekkert hvað þetta gerði eða hvað færi fram þarna. En hef komist að því á kjörtímabilinu að það gríðarlega mikil starf sem fer fram og SSA og Austurbrú náttúrulega mjög samhangandi. En við stóðum meirihlutinn saman í því að í rauninni hafna hækkun og framlögum á síðasta aðalfundi. Stóðum með því, en batterið í heild samt Austurlandi til hagsbóta. Stefán. Já, varðandi olíuleituna, ég held að svona síðan sem ég heyrði þá voru nú fyrirtækin sem voru nefnd í því samhengi búin að taka afstöðu allan til þessa svæði sem að hafa ekki áhuga allan á miðað við fréttina frá Austurfrétt, en við höfum kannski verið frekar vilja leita í grænni lausnir heldur en olíuna, og svo bara spurninga mitt hversu líklegt það að það sé hægt að vinna einhverja olíu þarna, það svona á eftir að koma í ljós með það. Aðeins inn á Eru þið hlindið eða ekki? Ég meina, ykkar ráðherra, orkumálaráðherra, hann segist ekki leggjast gegn þessu? Nei, og eins og ég skil málið þá eru engar umsóknir eða neitt slíkt á borðinu til þess að taka afstöðu til. Við höfum sagt að við viljum frekar horfa til annarra lausna ef það hægt. Sé áhugi fyrir hendi þá þarf auðvitað að skoða það, því að hagsmunir Fjarðabyggðar því auðvitað eru miklir og það þyrfti auðvitað að skoða það, en við viljum auðvitað frekar fara í grænni lausnir sé það kostur. Varðandi SSA, það eru auðvitað vettvangur sem að ég fekk að kynnast núna síðustu 2 ár. Ragnar, þú sast nú þarna inni undan mér, og þar hafa nú verið svona, já, af því það hefur verið nefnt í samhengi við þessa hækkun sem var síðast, og þar hefur nú verið held ég hækkun á framlaginu síðustu ár, en núna svo þá vakti það svona athygli fólks og svona einmitt fyrir þessar kosningar, en SSA í rauninni svona athyglisverður vettvangur, hann getur verið mjög mikilvægur. Þarna eru ansið margir inni, margar raddir. Þetta eru oft erfiður vettvangur eins og margir hverjir vita, en hann getur og hefur reynst Fjarðabyggð vel oft á tíðum. Við erum yfirleitt sammála margt þar. Ég held að sé mikilvægt að auðvitað þurfa alltaf að skoða svona samstarf, en ég held að sé mikilvægt að Austurland hafi líka rödd þarna, svona stóra vettvangi. En ekki borga hvað sem fyrir það, eða hvað Ragnar? Nei, þetta ekki. Alls ekki, og við höfum klárlega að stoppa það af að SSA og Austurbrú sé ekki tilbúið að draga saman seglin eins og sveitarfélögin. Þess vegna lögðumst við gegn því og það var miður að minnihlutin var ekki tilbúin að standa með okkur í því. SSA félagasamtök og ef okkur líður illa í því samstarfi og okkur finnst þetta ekki vera samstarfsvettvangur, þá hefur skilyrðislaust að fara út úr því. Það var önnur sveitarfélög gert. Við lögðum það til á sínum tíma eftir því að sveitarfélögum fór fækkandi að leggja þetta niður. Við erum klárlega tilbúin að skoða það. Við eigum að endurskoða veru okkar í SSA. Þannig erum við að sýna sterka samningsstöðu. Við erum ekki þarna nauðbeygðinni. Varðandi olíuleitina, þá ekkert að óttast. Þetta eru gríðarlega miklir hagsmunir fyrir sveitarfélagið og þjóðina allra.
og við eigum klárlega að halda áfram að hvetja ríkisstjórnina til þess að veita því forgöngu að gefa út leyfið að nýju. Ef það eru klárlega áhugasamir aðilar, þeir ætla að leggja til allan kostnað, ríki fær helmingin af sköttunum tilbaka, hér verður til fullt af störfum, dýrmætar lóðir fara út og kröftug atvinnuuppbygging mun eiga sér stað með virðisaukandi starfsemi. Við eigum að hafa alla arma úti hvað varðar atvinnuuppbyggingu vegna þess að við erum samfélag sem hefur alltaf treyst á það að nýta náttúruauðlindir og staðsetningu sveitafélagsins til kröftugar atvinnuuppbyggingar. Þannig munum við stækka áfram, þannig munum við auka tekjur sveitafélagsins, þannig mun okkur fjölga og þannig getum við haldið áfram að stækka og verða eitt öflugasta sveitafélag landsins. Eru fleiri hér út í sal sem að... Ein spurning, það eru reyndar mögulega 2, en þar bið ég menn að taka hrein sér til fyrirmyndar og vera með mjög skýra og stutta spurningu og helst ekki 2 eins og hann reyndar. Bæði kost og löst á þessu. Býtum nú við, það var hér, þið eru 2. Ég ætla að, við berum upp, er það ekki bara báða spurningarnir einu og fáum þau til að svara? Endilega. Já. Nei Jens, þú færði ekki að tala hér. Já, góða kvöldi, Hlynur heiti ég. Nú sitt ég í svona hóp þar sem að við erum að vinna að nýju íþróttahús á Eskifirði. Það er náttúrulega hörmungastað á því síðustu 3 ár og ég er svo sem tel mig vita svar Ragnars og Þuríðar en væri gaman að heyra frá Miðflokk og Samfylkingun og sérstaklega kannski Samfylkingun vegna þess að þeir voru ekki kannski endilega sammála innan flokks þegar við lentum í því að það voru að loka íþróttahúsinu en það þyrfti íþróttahús á Eskifirði. En ég vil, spurningin er munið að halda áfram þessari vinnu sem er í gangi núna og þá hvenær fáum við nýtt íþróttahús? Ásbjörn Guðjónsson heiti ég. Ég er með 2 spurningar. Þið talið að setja hérna sigur úr SSA. Hvernig ætlið þið að hafa þá samskipti við til dæmis Múlaþing á eftir? Ég held að við þurfum að spyrja okkur að því. Ég er nú gamall í sveitarstjórn og það var ekki allt gott í SSA en það var margt gott. Og svo er önnur spurningin, hver er hugur ykkar til jarðgangagerðar? Styðjið þið Fjarðargöng eða Fjarðarheiðargöng? Þar með lengdist þessi fundur 2 tíma. Já. Eigum við að byrja á íþróttahúsinu kannski? Stefán? Já, að taka allar eða bara íþróttahúsið. Ég kannast nú ekki við að við erum ósámála í þessu, Hlynur. Svo að við komum hér inn í upptökuna, það er fullyrt að einhver sem hafi verið í framboði hjá flokknum hafi sagt að það þyrfti ekki íþróttahús á Eskifirði. Er það rétt skilið? Já. Ég bara, við ræðum það eftir, ég var ekki búin að heyra þessu. Það er náttúrulega, þessi starfshópur er að störfum, við eigum okkar fulltrúa þar inni sem að hefur starfað og þá með, þú situr í hópnum með ekki? Jú. Og þar í raun og veru er aðstoð okkar, hún er skýr þar. Hún talar okkur öll þar inni. Við getum ekki tekið follow-up-spurningar á þetta. Ja, hann reynda spurði það er rétt. Var komin dagsetning á það? Ég held að það sé nú ekki komin dagsetning á hverju öðru. Ég læt ekki að taka mér fundarstjórna, þið ræðið þetta við bjórnum hér og eftir. Þannig að... Hrafn, þú ert næstur? Já, í bara stuttu máli þá erum við í Miðflokknum hlynd uppbyggingu íþróttahúss hérna á Eskifirði. Það held ég að sé alveg á hreinu að þurfa að vera íþróttahúss á öllum stöðunum. En ég veit ekki hvernig það verður tilbúið. Já, ég held að þá förum við næst í, ef þið viljið fara í samgöngumálin, göngin og hefst á leikurinn, nýr fundur. Já, og ég byrja. Við erum nýbúin að skila inn umsögn varðandi samgöngumálin og við styðjum Fjarðargöng og við erum jafnframt líka í okkar umsögnum að krefjast þess að Suðurfjarðarveginum verði flýtt og við viljum skoða þar eftir fyrsta áfanga Suðurfjarðarvegar að kanna kosti þess að fara í Suðurfjarðargöng frá Fáskrúðsfirði yfir í Stöðvarfjörð. Vegna þess að við teljum að það væri hagkvæmara til skamstíma litið að gera göng frekar en að fara í rándýra uppbyggingu á Suðurfjarðarvegi.
Varðandi spurninguna SSA, þá þurfum við ekki þau frjálsu félagasamtök til þess að vera í samskiptum við nágranna okkar. Það hafa sveitafélög sagt sig úr landshlutasamtökum og ég hef þegar viðrað þá hugmynd við sveitafélög að búa til ný landshlutasamtök sem heita samband sveitafélaga í verðmætasköpun og ég get alveg lofað ykkur því að það er fullt af sveitafélögum sem hafa áhuga að koma með okkur í þá vegferð, ef til þess kemi. Varðandi samgöngumálin og kostnaðar sem Suðurfjarðaveginn og við styðjum það heilsugar en við styðjum Fjarðargöngin, það er ekki flóknara það. En ein spurning, kannski framhaldsspurning til ykkar tveggja og allra fjögurra með það, er þetta ekki tómt mál að tala um? Það er búið að stinga ykkur í baki með þessi gangnamál. Þessi breyting sem að gerð á samgönguáætluninni færir ykkur langt aftur og til ekki að fara að sjá þetta í nánastu framtíð. Það er auðvitað búið að fresta Fjarðarheiðargöngum eins og þau voru. Ný útfærsla innviðaráðherra snýst Fjarðargöng og við styðjum það vegna þess að það hleypur okkur inn í Mjóafjörð og rýfur einangrun Mjófirðinga. En við viljum hins vegar fá miklu meiri fjármuni til samgangna mála á Austurlandi og það snýst málið. Það er aðalatriðið að við fáum meiri hlutdeild af skatttekjum okkar. Það á að vera hagsmunamál okkar númer 1, 2 og 3. Með hvaða töfrum? Þú hefur séð fjármálaáætlun og það er ekkert að fara að gerast. Við eigum að fá miklu stærri hlutdeild af skatttekjum Íslands. Vegna þess að við erum að framleiða mest per íbúa á öllu landinu. Við erum það samfélag sem er alltaf að. Við erum stöðugt í verðmætasköpun og við erum ekki að mennina heimtufrekju. Við erum bara að biðja ríkisstjórnina til þess að hjálpa okkur að viðhalda þeirri verðmætasköpun og auka hana enn frekar. Það gagnast öllum. Þau eru búin að heyra ykkur segja þetta árum saman, meðal annars í spursmálum, í ágættu viðtali sem þú mættir í, en þau er ekki að hlusta, þannig að ég ítreka þetta er tómt mál að tala um. Þú voru að bjóða mér oftar. Frekar síman frá þér? Hvað segirðu? Takaðu frekar síman frá þér? Já, ég held að einmitt í þessum málum þá þurfum við að vera með öfluga hagsmunagæslu og við þurfum að hafa rödd í borðið þarna sem við teljum okkur gera. Við getum alltaf rætt við þau og boðleiðirnar eru sæmilega stuttar. Við þekkjum það og vitum það. Það er gríðarlega mikil verðmætasköpun hér á svæðinu. Við sköffum gríðarlega miklar útflutningstekjur hér á Austurlandi, hér í Fjarðabyggð sérstaklega. Þegar maður horfir á þessar endurbætur á vegum sem eru nauðsynlegar, þær munu skila sér mjög fljótt tilbaka. Og við bara og þurfum að halda áfram að vera í öflugri hagsmunagæslu og koma þessum skilabúðum áleiðis. En hvað segja þau við þig í þessum samtölum? Fyrst að boðleiðirnar eru svona stuttar. Hvað segja þau við mig? Þetta er auðvitað bara svona samtal sem maður kannski fer ekki að tala um hérna í svona sem fer í lofti. Jú, í guðuna bænum. Er þetta að segja þetta að allt sem fari hérna fram, það fari ekki út? Nei, ég bara að segja að við myndum aldrei flytja neina fréttir en að menn væri duglegir að leki okkur eins og þú átt að gera núna. Já, ég fer nú ekki ljóstra því, en það er svo sannlega á okkur hlustað og en það erum við með góð rök, við höfum góðan málstað þarna að verja, það er alveg þannig. Þuríður. Já, ég styð Fjarðargöng en það væri annað fásinna fyrir bæjarfulltrúa hérna í Fjarðabyggð. Auðvitað viljum við rjúfa einangrun Mjóafjarðar og Fjarðargöng kom okkur með öruggum hætti á Seyðisfjörð en mér finnst að við þurfum að krefjast þess að fá áfram örugga tengingu upp í hérað af því að þar er líka massi af íbúðum til að standa vörð fjórðungssjúkrahúsið okkar á Neskaupstað og verkmenntaskólann annað, þá þurfum við að geta fengið strauminn með öruggri leið, alla leið á Neskaupstað. Ekki að við stoppum í rauninni á Seyðisfirði og þurfum þá að fara Fjarðarheiðina, sem er ekki öruggur kostur. Þannig að já, ég tel það Fjarðargöng klárlega en viljum þá að tengingin komi áfram. Hvaða leið svo sem hún fer, svo það sé sagt. Og áfram, það var svo sem ekki spurt Suðurfjarðaveginn þannig að en þeir voru svo sem búin að koma inn á það að sjálfsögðustuði var hann líka og mjög mikilvæg framkvæmt en svo það sé sagt í þannig hópa því að ég svaraði ekki með íþróttahúsið á hann það var kannski að því að við erum í þessum starfshóp við Ragnar þess vegna styðum við íþróttahúsið Eskifjörð eða sjálfsögðu heilsugar en bara svo það sé sagt hér þess vegna svaraði ég því ekki á hann. Já, við í Miðflokknum styðjum Fjarðargöng það held ég að sé ánægð með að allir hér geri það
og svo þetta bara í samgöngumálunum, þannig eins og þau komuð inn á með Suðurfjarðaveginn. Það auðvitað alveg galið að vera með í rauninni eina veginn fyrir þungaflutninga út úr mesta verðmætasköpunarsamfélagi á landinu sem hálf ónýtan veg og samanskapið auðvitað vegur sem tengir saman þéttbýliskjarnir sveitarfélagsins. Þannig er auðvitað mjög brýnt að vera farið í það verkefni og við þurfum að þrýsta það að fá það framar á áætlun. Og þetta sama með jarðgangamálið, Austfirðingar áttu auðvitað næstu göng, þannig við þurfum auðvitað að þrýsta það að reyna að flýta þeirri framkvæmd eins og hægt er. Varðandi samskipti við nágrannasveitarfélög utan SSA, þá auðvitað kannski, já, það lítur að vera þetta samskipti við menn á þess að vera í sambandi sveitarfélög á Austurlandi, en enda hefur Miðflokkurinn ekki lýst yfir að vilja ganga úr sambandi sveitarfélög á Austurlandi, en Miðflokkurinn mun tryggja það að hagsmunum Fjarðabyggðar verði gætt hvert sem við förum. Svo mörg voru þau orð. Nú farið að líða á kvöldið og við erum margsvísari afstöðu oddvitanna 4. Við viljum minna ykkur á þessa umfjöllun okkar. Hún verður til staðar á netinu á morgun klukkan 2. Þið viljum horfa aftur á þetta eða hlusta á þetta aftur. Við munum einnig gera grein fyrir þessum fundi í blaðinu okkar á föstudaginn komandi og þið eru með eintök af blaðið dagsins hér á borðum og hér frammi sömuleiðis kóði sem að þið geti nýtt ef þið eruð ekki nú þegar áskrifendur á Morgunblaðinu. Þá getið þið náðu ykkur í viku áskrift að blaðinu rafrænt og fylgst með þessar umfjöllun. En ég var ykkur við, þetta mjög ánetjandi efni, þannig að þó þið byrjið á einni viku að þá getið þið ekki hætt. Andrés, hefur ykkur við þetta bæta? Ekki miklu nema hvað að ég vildi þakka ykkur kærlega fyrir komuna ykkar frambjóðendur góður, en ekki þó síður ykkur, kjósendur góðir. Þetta held ég búið að vera árangurssríkt kvöld, en ef þið viljið vita meira, þá getið þið náttúrulega teft dyrnar og spurt frambjóðanleginu út, fengið ykkur einn ískaldan eða eitt sjóðandi heitan og látið dæluna ganga. Og lokum, þakka ykkur fyrir ykkar framlag, gangi ykkur vel í kosningabaráttunni framundan og gangi ykkur ekki síður vel við að gera upp hug ykkar fyrir 16. maí. Takk fyrir.